Hér jafnan x plus 3 deilt með x í öðru plus x jafnt og 3 deilt með x plus 2x deilt með x plus 1. Ég veist að leysa þessa jöfnu og finna hvað x getur verið. En ég þarf að passa mig á því að getur verið að ég fái enga lausn. Nú eða kannski fleiri, eina eða fleiri. Við sjáum til. Við skulum byrja á því að einfalda jöfnuna. Nú, besta leiðin til þess að einfalda er að hafa nefnarana alla fyrir neðan þáttaða. Þessi er fínn, x plus 1, ég get ekkert þáttað það. Þessi er fínn líka, það er bara x. En ég get þáttað þennan nefnara hér, x í öðru plus x. Og það sem ég ætla að gera er að taka x-ið út fyrir svega. Þannig að hann lítur svona út, þessi nefnari hér litaði grænn. Nú er ég búinn að þátta alla nefnarana og þá ætla ég að finna samnefnaran. Hann er x sinni svíinn x plus 1. Og markmiðið er nefnilega að losna við þessa nefnara og ég ætla þá að hækka jöfnunni, ég ætla að margfalda með samnefnarann til þess að losna við alla þessa nefnara. Samnefnarinn hendar í þetta og ég margfalda þá í gegnum alla liðina með samnefnaranum sem er x sinni svíinn x plus 1. Við lita hér gulu. Við þetta styttist þetta gula x á móti þessu græna xi og svíinn x plus 1 á móti þessu svega hér. Þannig að eftir stendur bara þetta hvíta x plus 3 hér. Nú, næsti liður, þá næ ég að stytta x-ið, gula x-ið á móti þessu hvíta. Þannig að eftir stendur bara 3 sinnum það sem er eftir að nefnarunum x plus 1. Nú, hér styttist svíinn x plus 1 á móti x plus 1. Þannig að eftir stendur þetta hvíta 2 sinnum x sinnum þetta gula x, sem þú sér hér. Nú er ég laus við alla nefnarana, þeir eru farnir. Þá ætla ég bara að einfalda jöfnuna, byrja á því að margfalda þristinn inn í gula svegan og 2x sinnum x verður þarna 2x í öðru veldi. Nú, margfaldurinn inn í svegan, 3 sinnum x og 3 sinnum 1 gefur mér þetta græna 3x plus 3. Þannig að hér lítur jafnan svona út. Þá ætla ég að koma öllum x-unum yfir og ég ákvað að hafa hérna hægra megin vegna þess að þar er hæsta veldið, x í öðru veldi, pósitív tala. Þannig að ég kem öllum þessum x plus 3 yfir hérna hinum megin. Þannig að ef ég raði þessu upp á nýtt, þá kemur hérna 2x í öðru veldi, það er plus 3x, plus 3, þetta var allt saman hérna hægra megin. En þegar ég flutti þetta x yfir þá var það mínus og þessi plus 3 verður mínus 3. Nú ætla ég að leggja saman skilda liði og 2x í öðru veldi er óbreytt, það kemur hér, en 3x mínus 1x er plus 2x og þessi plus þristur, mínus þristur, þessar tölur stytta út hvor aðra. Þannig að hér er ég búinn að einfalda jöfnuna. 0 er jafnt og 2x í öðru plus 2x. Það verður 0 eftir hérna vinstra megin vegna þess að ég er búinn að flytja allt annað yfir hérna hægra megin. Þannig að hér lítur jafnan út. Annars stigs jafna, jafnt og 0. Finnum lausnirnar. Hvaða 2 lausnir gefur jafnan? Notabene þær eru 2, ekki fleiri, geta verið færri, en ég sé þá því að hæsta veldi er 2. Þá eru allavega 2 lausnir, mögulega. Nú, ég hef 2 leiðir til þess að leysa þessa jöfnu. Hér er ég búinn að skrifa hann upp aftur. Önnur leiðin er að þátta jöfnuna og gá hvort að ég geti gert það. Og ég sé að tvisturinn og x er sameiginlegt hérna. Þannig að ég tek það út fyrir svega. Þannig eftir stendur 2x sinni svíinn x plus 1. Og hvernig getur þetta orðið jafnt og 0? Jú, ef þetta x hér er 0, þá skiptir ekki máli hvað er inn í sveganum, útkoman verður alltaf 0. Þannig að önnur lausnin er 0. En hvernig get ég gert þennan svega 0? Því ef hann er 0 þá skiptir ekki máli hvað þetta er, útkoman verður líka 0. Og eina leiðin til þess að þessi svíi verði 0 er ef x er jafnt og mínus 1. Þannig að það er hin lausnin. Þessar 2 lausnir, 0 og mínus 1, koma hérna út úr þáttuninni. Ég hef líka aðra leið, það er að taka hérna aðgreinirinn. Hér er ég með jöfnuna aftur og ég set upp a, b, c og reikna út d-ið. Hér er d-formúlan komin upp og ég set inn í hana og fæ út að d-ið er jafnt og 4. Þá fer ég að finna lausn 1 og lausn 2 og hér eru þær jöfnur settar upp.
Ég set inn í staðinn fyrir b-ið, d-ið og a-ið í báða staðina og reiknar út sömu lausnir. Annað x-ið er 0 og hitt x-ið er mínus 1. En býðum nú við. Við þurfum að tekka á því hvort að þessar lausnir virki. Pröfum að setja 0-ið, aðra lausnina, inn hérna inn í nefnaran. Mundu að nefnari má aldrei vera 0. En ef ég set 0 hér inn, þá fæ ég 0 í öðruveldi pluss 0. Þessar nefnir verður 0. Það má ekki. Sama gerist hér. Þegar ég set 0 í staðinn fyrir x, þá verður þetta bara 0 hérna. Ekki hérna, 0 pluss 1 er 1. En það er nóg að ef að einhver nefnari í þessari jöfnu verður 0, þá gengur jafnan ekki upp. Þannig að þessi lausn er ekki gild. Pröfum þá mínus 1. Mínus 1 í öðruveldi er 1. Pluss mínus 1. Þetta verður 0 líka. Og hvað gerist hér? Ef ég set mínus 1 í staðinn fyrir x-ið. Mínus 1 pluss 1, það verður 0 hér líka. Ekki hérna, en það er nóg ef það kemur fyrir á einum stað að nefnarinn verður 0, þá gengur sú lausn ekki heldur. Þannig að hvoru þessara lausna er gild. Þess vegna segjum við í þessu dæmi, það er engin lausn.